Ég ætla að bjóða ykkur allir hjartanlega velkomin hérna í kirkjunni í dag og við skulum bíða augnablik til þess að allir er búin að fá sér höfuð sett. Þegar allir er búin að fá sér svona þá getur þið byrjað að hlusta. Við ætlum að byrja með því að bjóða ykkur öll velkomin þannig að við getum byrjað hérna guðþjónustuna. Við skulum öllu vara að byrja að hafa hljóð, svo við skulum byrja með bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir það að við getum komið fram fyrir þig, biðjum þína nærveru, við biðjum þína heila anda og við biðjum að þú vilja fylla hjartum okkar að það sem er frá þér. Viltu blessa þennan stund og við þökkum þig fyrir í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja með að syngja sálmun nr. 376 og þá náð að eiga Jesús. Þetta er nýtt á spænsku en við skulum samt bara syngja þetta á íslensku og allir sem eru á spanskmælandi skal lesa á spænsku undir. Ég þakka fyrir þetta og það er gott að þið er að syngja með á spænsku. En við ætlum að syngja annar lag, það er 226, það er alfrjáls. Það er líka nýtt þýtt á spænsku svo kannski að þú spilar þetta einu sinni í gegn hérna, Elísa. Hlusta.
komin að ritningalesturinn og við skulum standa upp og fætur. Það tekið frá Hebreabrefinu 11, 5-6 og það hljóður svo. Fyrir trú var Enok burt numinn að eiga skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna, því að Guð hefði numið hann burt. Áður en hann var numinn hefði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guðs þóknanlegur. En án trú ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunur þeim hann leita. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, megi þetta vera bæn okkur í dag að við höfum nægilega trú. Megum við koma fram fyrir þig og megum við sækja það sem bara þú getur gefið okkur trú á þig. Viltu efla það í okkur og við þökkum þig fyrir það. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá halda áfram að syngja sálmurinn 206, Jesús þitt kall. Við ætlum nú að biðja að fá að taka upp gjafir. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir það gjafir sem hefur komið inn til starfið þitt. Við biðjum hvort að þú vil blessa gjafarann og þessu sem pening sem er komin inn og við biðjum til þess að þitt starf megi fara út og boða þitt fagnaði erindi allan heim. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, nú komið að börnin. Það komið barnasálmur sem við öll getum sungið með á, mér sagt.
Og það bara gaman, svo við ætlum fyrst að hlusta á lagið, en krakka þið megi alveg byrja hægt og rólega koma hérna upp og setjast á fremstu hérna sætin hérna frammi hjá mér. Jæja, ekki fleiri krakkar? Komið hérna upp þeir sem viljið koma að hlusta á söguna. Það fleiri sæti hérna uppi, gjör svo vel. Ég ætla að segja eitthvað smá sögu í dag og ég ætla að vera hérna uppi á palli. Það mest út af þessu hérna sem ég þarf að tala í. Þannig að, varst þú tilbúin með sögu? Þóra? Gjör svo vel, Gavin. Recibí un mensaje de mi hermano ayer. Él dijo que iba a venir a Inglaterra y para sorprender a sus padres. Pero tal vez sería demasiada sorpresa para ellos y demasiado choque. Porque mis padres ya están un poco viejos. Porque su hermano vive en Australia. Porque si viene de repente por del otro lado del planeta a su casa, van a estar muy sorprendidos. Una vez hice esto cuando vivían en Pakistán. Yo vine de repente a su casa. Yo vivía en Inglaterra. Y sin avisarle, fui volando de Inglaterra a Pakistán y entré por la puerta y le dijo, hola. Y quedó muy espantada. Una vez estuvo hasta más sorprendida mi mamá. Habíamos aterrizado en Bangkok. Cuando entramos a nuestra habitación, fui a tomar agua.
Y el agua estaba en el refrigerador para que estuviera siempre frío. Bangkok está en Tailandia. This is shocking. Oh, there we go. Oh yes, I went to get water from the fridge. Ó já, ég voru að ná í vatn í ísskápinn Fui a recoger agua al refrigerador And the fridge was live. og ísskápinn hann var lifandi. Well, Yeah, I'm refri- very levanting. y el refrigerador estaba vivo. Let me rephrase that. The electricity was directly connected to the metal all over the fridge. Það var einhvern veginn rafmagnið var tengt svona við ísskápinn að þannig að hafa allstar við frystirinn var rafmagn. Porque el refrigerador estaba conectado con la electricidad y como que había una electricidad magnética alrededor del refrigerador. So when I put my hand on the handle, Entonces cuando yo agarré Svo þegar gafinn að það opna, hvað það gert? agarré la manija, it's just the same thing that would happen if you put your finger in the plug. es lo mismo, já, Það er það sama og myndi gerast ef þið myndi taka fingurinn ykkur og setja hann inn í rafmagnsinstungu. pasó lo mismo que si hubiera metido el dedo en el enchufe. And electricity went all through my body and I was shaking like that. Og rafmagnið fór í gegnum líkamann og svo hann hristist til. Y temblé tanto como cuando la electricidad pasó por mi cuerpo. I pulled my hand off the fridge. Tók hendina hratt í burtu Le quité la mano de la manija It pulled the skin off the palm of my hand. og það bara skinnið var farið hérna úr lónum. y la piel se le había ido de la mano. And I collapsed on the counter in the kitchen. Og ég bara fjall niður hana. Y me caí. My mother was so shocked. Þá var mamma ofsalega hrædd. Mi mamá tenía mucho miedo entonces. Guess what she did? Hvað haldið hún hafi gert? ¿Qué creen que hizo? If you were my mother, what would you have done in that moment? Ef að þið væri mamman, hvað hefðu þið gert þarna? Si hubiera sido mi mamá, ¿qué hubieran hecho ustedes? She hit me. Hún sló mig. Me pegó. What was that for? Hverju? ¿Por qué? Have you ever been really shocked? Hafi einhvern tíma verið bara alveg rosalega miklu sjokki, hvort hvert eða hissa. ¿Alguna vez han estado tan en choque? Maybe not quite like that. Kannski ekki alveg svona. Tal vez no tanto. But let me read you something that is very shocking. Pero Ég les ætla að lesa svolítið fyrir ykkur sem verður kannski mjög hissa, voy a leer algo que les sorprende. svolítið í sjokki. God showed his love for us Guð sýndi elsku sína til okkar, Dios mostró su amor a nosotros by sending Jesus to die for us með því að senda son sinn Jesú Krist til að deyja fyrir okkur. al mandar a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros. while we were still sinners. Og þegar hann gerði þetta, þá vorum við ennþá syndaðir. Mientras que estábamos todavía en pecado. I think that is really shocking. Fyrir mig þetta alveg, ég rosalega hissa á sig, ég svo myndi sjokki. Esto me choca mucho, estoy muy sorprendido. God didn't say, oh, I'm going to wait for you to straighten up your life before I love you. Guð sagði ekki, ég ætla að bíða þangað til þið verður öll orðið rosa góð, þá ætla ég að elska ykkur. No dijo, voy a amarlos ya cuando se empiezan a comportar bien. While we were still doing sinful things, Á meðan við erum ennþá að gera synduga hluti, Mientras que estábamos haciendo cosas ennþá malas, ruglast, Jesus sacrificed himself for us, þá fórnaði Jesús sér fyrir okkur. for you. Jesús se sacrificó por Fyrir ykkur nosotros. heima. What an example to follow, eh? Og hvíli fyrirmynd að fylgja. Qué buen ejemplo nos da Él.
Sometimes when we see people sinning, we want to hit them. Stundum þegar við sjáum einhver gera eitthvað ránt og synga þá viljum við bara slá þá. When doing A something. veces queremos lastimar a los que están comportándose mal. My mother saw me doing something foolish and she hit me. Mamma sá að ég var að gera eitthvað alveg ruglað og hún bara sló mig. Vio mi mamá que yo estaba haciendo algo tonto y me pegó. Sometimes you might feel like that towards other people too. Og stundum getur verið að okkur líður svona gagnvart einhverjum öðrum. Y puede ser que nosotros sentimos así hacia otras personas. But that's not how Jesus behaved. En svoleiðis hegðar Jesús sér ekki. Pero Jesús no se comporta así. And I pray that as you grow up, Og ég bið þess að þegar þið vaxið úr grasi og verðið fullorðin, Yo espero que cuando ustedes crezcan, you will love people like Jesus did. að þið munið elska fólk eins og Jesús gerði. que ustedes amen a las personas así como Jesús ama. And that it will be so shocking Og það verður alveg rosalegt sjokk Que va a ser un choque tremendo. that they will want to love Jesus just the same way. og þegar þið sjá ykkur hvernig þið elskið það, þá munið þau líka vilja elska annað fólk eins og Jesús. Que van a querer amar así como ustedes los aman y como Jesús ama. Let me pray. Nú skulum við byrja. Má ég sjá? Vamos a orar. Father, thank you for your love. Elsku faðir, takk fyrir ástina. Querido Padre, gracias por tu amor. Even when we were doing bad things, Jafnvel þegar við erum að gera ljóta hluti, Hasta cuando estamos haciendo las cosas mal, you still love us. þá elskar okkur samt. nos amas de todos modos. And I pray that these children and all of us will act likewise. Og ég bið þess að þessi börn hér og við öll hér inni munum hafa á sama hátt og Jesú. Y yo oro para que los niños y los adultos se comporten así como tú. Amen. Við ætlum svo að halda áfram og gefa gafin orðið áfram. Gjörðu svo vel. Þóra, kannski þú langar að halda áfram? Problem with the camera. Sorry? There was a problem with the camera, so I checked that. Sorry. All right, let's pray again. Við skulum biðja. Father, we pray that your words will be the rule that we live by. Kæri faðir, við biðjum að orð þitt mætti vera regluna sem við lifum eftir Your Holy Spirit, our guide, og heilagur andi okkar leiðbeinandi and your glory, og dýrð þín the most important thing in our minds. mikilvægasti hlutin í huga okkar. In Jesus' name, Í amen. Jesú nafni. Amen. Well, who would have imagined over a week ago Hverjum hefði dottið það í hug bara fyrir viku síðan the news that we would have been looking at in our newspapers over the last week? fréttina sem að við höfum verið að sjá í fréttum núna síðustu vikuna. It's hard to imagine that there is news that is more shocking Það erfitt að ímynda sér að séu kannski til einhverjar meira sjokkerandi fréttir than there being a war on the edge of Europe að það komið stríð út í aðri Evrópu where you have a world superpower invading Ukraine. og það heimsveldi sem að ráðast inn í Úkraínu. Jesus says we should expect things like this. Jesús hann segir okkur að við
að búast við því að svona hlutir gerast. It's hard to imagine how these things happen. Það erfitt fyrir okkur að ímynda með okkur hvernig þessi hlutir gerast. In Matthew 24, Jesus wasn't joking En Jesús var ekki að grínast þegar hann talar í Mattheus 24. when he says that sin will be so rampant, Hann segir að syndin muni vaða svo uppi it will be everywhere, að hún mun vera allstaðar. and the love of many will grow cold. Og kærleikur margra mun kulna. When love dies, people go to war. Og þegar að kærleikurinn deyr, að þá fyrir fólk í stríð. Now, we've heard this week in the papers all sorts of reasons about why war should be happening. Við höfum heyrt í þessari viku alls konar ástæður fyrir því hvers vegna stríð er að eiga sér stað. But underneath all wars En undir niðri, við tengslu við öll stríð, is the shriveling of love. þar er kulnun kærleikans. So as the world becomes increasingly hostile, Og þegar heimurinn verður sífellt andstyggilegri, how do we survive? hvernig lifum við þá af? How can you guard yourself from becoming like the world around us? Hvernig getum við varið okkur svo við verðum ekki eins og heimurinn í kringum okkur? As the world becomes a darker place, Þegar heimurinn verður á myrkrum stað, how do we live a life that pleases God? hvernig lifum við þá lífi sem að lofar Guð? The example of Enoch, I think, gives us a really helpful example in answering these questions. En sagan og fordæmi Enoks gefur okkur mjög gagnlegt input inn í þessa umræðu. He's only mentioned 3 places in the Bible, Það er aðeins nefnt Enok að nafn á 3 stöðum í Biblíunni, just a few verses, nokkuð vers, but they give us a really helpful insight. en þau gefa okkur mjög góða innsýni. So, as the world grows darker, Þannig að þegar heimurinn verður myrkrari, I want to share 5 lessons from the example of Enoch of how to cope. þá langar mig að deila með ykkur 5 dæmum úr sögu Enoks hvernig maður tekst á við það. Lesson number 1. Leksía nummer 1. We are protected from the influence of evil Við erum varin fyrir áhrifum hins illa by pursuing intimacy with God. þegar við sækjumst eftir nánd með Guði. I'd like you to turn in your Bibles to the very last reference to Enoch in the Bible. Og ég vil að við flettum í Biblíunni til síðastu tilvísunar Enok í Biblíunni It's the little book of Jude just before Revelation. í Júdasarbréfi, rétt á undan opinberabókinni. And here in these couple of verses, we have the context of Enoch's life. Og hér í þessum tveimur versum að þá sjáum við bara samhengi lífsans Enoks. All right, let me read verse 14 and 15. Enoch, who lived in the 7th generation after Adam, prophesied about these people. He said, "Listen, the Lord is coming with countless thousands of his holy ones to execute judgment on the people of the world. He will convict every person of all the ungodly things they have done and for the insults that ungodly sinners have spoken against him." Já, og við skulum lesa hann í versi 14 í Júdasarbréfi. Þessa menn spáði líka Enok, 7. maðurinn frá Adam. Hann segir, sjá, drottin er kominn með sínum 1000 heilagra til þess að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla óguðlega menn seka öllu óguðlegu verk sem þeir hafa dríkt og öllu horfðu orð sem óguðlegir syndarar hafa talað gegn honum. So Enoch is prophesying about the return of Jesus Svo að Enok er að spá fyrir endurkomu Krist when he is going to judge people who have been behaving in ungodly ways. og hann mun dæma þá sem hafa hegðað sér á óguðlegan hátt. The question is, when Enoch lives in Genesis at the very beginning of the Bible, En Enok, hann lifði á tímum þeir sem fjallaði í fyrstu Mósebók. why is judgment so much on his mind? Hvers vegna það að hann að spá dómin? Now, if you look in those verses, in verse 14, Jude describes Enoch as the 7th from Adam.
Ef við skoðum betur í 14. versið þá kemur það fram að Enok 7. maðurinn frá Adam. Now, this means that because of how long they lived, Enoch was alive when Adam was alive. Og þetta þýðir það að Enok hann lifði upp á sama tíma og Adam því að þeir lifðu svo lengi. Now, á think þeim about tíma. this. Svo hugleiði það, The world is a small place. heimurinn lítill staður. Enoch would have gone and known who Adam was. Enok hann hefði getað farið og kynst Adam. He would have talked with Adam. Hann hefði rætt við hann. And Adam would have told him about the day that sin came into the world. Og Adam hefði getað sagt honum í ein persónu frá því þegar syndin kom inn í heiminn. Can you Daginn sem syndin kom inn í imagine, heiminn. can you imagine Adam telling Enoch the story of when he walked into the field and saw his son lying dead on the ground? Getið ímyndið ykkur söguna þegar Adam segir Enok frá því þegar Adam gengur inn á akurinn og sér son sinn látin. Can you imagine the shock that Enoch would have had when Adam told him that it was his own son that murdered his brother? Og hversu haldið að Enok hafi ekki verið hissa þegar Adam sagði hann að það hefði verið bróðir hans, sonur Adam sem að drap sinn eigin bróðir. Imagine the first crime outside of Eden is one brother killing another brother. Svo það er fyrsti glæpurinn utan Eden er þá að bróðir sem drepur annan bróðir. Enoch must have been appalled at what he heard. Og Enoki hlýtur að hafa verið bara þótt þetta vera viðurstyggilegt þar sem hann heyrði. And of course, Cain was not the only murderer walking the earth. En Cain, bróðir hans Abel, hann var ekki eini sá sem var morðingi sem gekk á jörðinni. Enoch would have been watching evil multiply right in front of his eyes. Enok var þarna að horfa upp á illskuna margfaldast bara beint fyrir framan augun á sér. It was multiplying so fast Hún fjölfaldaði sér svo, eða margfaldaði sér svo hratt that the world was going to be destroyed by a flood. að heimurinn var síðan að lokum, hún var eitt í flóði. From God's point of view, that was the only solution. Frá sjónarhorni Guðs það var það eini möguleikin. Enoch knows that the flood is coming with this destruction. Enok hann veit af flóðinu, hann veit að það kemur með tortímingu. He looks further down through history to see the destruction of the world. Og hann lítur framar í heimsögunni og sér þegar að heimurinn verður eitt. No wonder Enoch was compelled to talk about judgment. Þannig það er kannski engin furða að Enok fannst hann þyrfti að tala dóm. But this verse that we're looking at is right at the end of the Bible. En þetta vers sem við erum að lesa hér alveg undir lok Biblíunnar. Enoch lives in Genesis. Og Enok lifði á tímum fyrstu Mósebókar. And when Enoch is introduced to us in Genesis, judgment is not mentioned at all. Og þegar Enok kynntur til leiks í fyrstu Mósebók, þá hvergi talað dóm. In Genesis 5:24, Í fyrstu Mósebók, 5. kapla og versi 24, when Enoch is introduced to us for the first time, þar hann kynntur fyrir okkur í fyrsta skipti, we learn something very important about him. og þá lærum við svolítið mikilvægt hann. That Enoch was a man who walked in close fellowship with God. Að Enok var maður sem gekk í nánu og var í nánu sambandi við Guð. So this points to the first lesson that we're looking at. Og þetta bendur okkur á þessa fyrstu leksju sem við vorum að kíkja á. As Enoch lived in a world of increasing wickedness, Enok hann lifði í heimi þar sem að ílskan var að magnast. Enoch kept his spiritual vision clear Að þá hélt hann andlegri sín sinni sem skýri by walking in close fellowship with God. með því að ganga með Guði á náinn hátt. Lesson number 2, Og leksja nummer 2, intimacy with God is deepened when we grasp hold of God's love for us. að nánd við Guð, hún dýpri ef við grípum í og skiljum kærleika Guðs til okkar. Now please look in your Bibles, turn to Genesis 5. Förum í fyrstu Mósebók, 5. kapla, tökum upp Biblíunnar. And verse 21 is when we first meet Enoch. Og í
heyrum Enok í vers 21. In 21 and 22 it says, when Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. After the birth of Methuselah, Enoch lived in close fellowship with God for another 300 years, and he had other sons and daughters. Og í vers 21 stendur Enok var 65 ára. Enok var 65 ára gat hann Metusela, og eftir að Enok gat Metusela gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. So, if evil is surrounding us increasingly, Svo ef að illskan að umkringja okkur alltaf meir og meir, and intimacy with God is the way we protect ourselves, og nánd með Guði leið okkar til að venda okkur, how do we do that? hvernig gerum við það þá? Well, there are lots of answers to that question. Það mörg svör við þessari spurningu. But here, And it here- says, Enoch lived in close fellowship with God. Hér sjáum við að Enok gekk með Guði, og í enskunni þá sagt hann var með honum hann var samfylgd. So, in the original language, it's literally he walked with God. Og í upphaflega tungumálinu þá stendur bókstaflega að hann gekk með Guði. Now, it wasn't meaning that he was just walking next to him. Og það þýddi ekki bókstaflega að hann var að labba við hliðina á honum. To walk with God was to pursue intimate fellowship with God. Það að ganga með Guði var það að sækjast eftir mikilli nánd við Guð. Now, it says here that this happened particularly after the birth of his son Methuselah. Og hér stendur, og Biblían tengir þetta beinlínis við fæðingu fyrsta sonar hans, Metusela. Now, he had a relationship with God before, Hann hafði átt samband við Guð áður, but the intensity of desire to be with God happened after the birth of Methuselah. en þetta einhvern veginn varð miklu kraftmeira samband eftir að Metusela fæddist. So why? Hvers vegna? Well, if I hadn't become a father, I would not have understood this. En ef ég hefði kannski ekki sjálfur orðið faðir, þá hefði ég kannski ekki skilið það til fulls. And if you are a father or mother, then you will know better what we're talking about here. Og ef að þú ert móðir eða faðir, þá skilur þú betur það sem við tölum hér. I remember holding my newborn children in my arms Ég man eftir því að halda á nýfæddu börnum mínum í höndum mínum and holding Christiana for the first time og að halda á Kristjánu í fyrsta skipti and realizing how much I loved her. og gera mig grein fyrir því hversu mikið ég elskaði hana. And as she grew up from being a baby, Og eftir því sem hún ólst upp, I loved her so much. þá elskaði ég hana svo mikið. But the thing that caught my attention En það sem greip athygli mína was that she had no idea that I did. að hún hafði kannski enga hugmynd það að ég elskaði hana svona mikið. She had no idea. Today, she has no idea how I loved her when she was a baby. Og þegar hún, í dag, þá gerur hún sér enga grein fyrir því hversu mikið ég elskaði hana þegar hún var barn. Now, you can imagine Enoch holding baby Methuselah in his arms, Og við getum ímyndað okkur að Enok þarna heldur þarna á litla Metusela and as he's holding Methuselah, og hann heldur á honum even though he's crying, og jafnvel þótt hann sé að gráta, he suddenly realizes how much God loves him. þá gerir hann sér allt í einu grein fyrir því hversu djúpur kærleikur Guðs til hans. And he has never really grasped it before. Og hann hafði aldrei náð því til fulls áður. It was God's love for Methuselah, Það var kærleikur, for Enoch, það var kærleikur Guðs fyrir Enok that drove Enoch's desire to know and love God. sem keyrði áfram þrá Enoks til þess að kynnast Guði sjálfur nánar. Let me ask you, what is it that motivates your desire to know God? Mér langar til að spyrja þig, hvað hvetur þig áfram til þess að kynnast Guði nánar? There's lots of reasons why we pursue God. Og það eru margar ástæður fyrir því hvers vegna við erum að reyna að ná með aukinni nánd með Guði. Some are not as noble as others. Sumar eru kannski ekki eins fínar og aðrar, eða góðar og aðrar. For sometimes it's for fire insurance. Stundum erum við bara að reyna að fá okkur brunatryggingu. We don't want to go to hell, so it's like, okay, let's follow God. Já, við viljum ekki fara til heljar, þannig að við bara fylgjum Guði frekar. But the
the primary reason that should underpin our desire for God is his love for us. En það sem ætti að keyra áfram þrá okkar fyrir að kynnast Guði betur kærleikur hans til okkar. So may God open your minds and hearts to grasp how much he loves you. Svo megi Guð opna huga þinn og okkar allra að fyrir því hversu mikið hann sannarlega elskar okkur. And that love calls you to pursue him. Og þessi kærleikur, þessi elska hans megi vera þess valdandi að við viljum sækja það eftir því að hans návist og nálægð eins mikið og hægt Lesson number 3. Leksía nummer 3. The people who go to heaven Fólkið sem fer til himna are those who pursue intimacy with God. eru þeir sem hafa sóst eftir nánd með Guði. Look at Genesis 5:23 and 24. Lítum á fyrsta Mósebók 5. kapla 23 og 24. It says, Enoch lived 365 years, walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared because God took him. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf því að Guð nam hann burt. Now, Genesis 5 is a long list of people and how long they lived. Í fyrstu Mósebók 5. kapla þá þetta ættarskráð Adams og þar stendur langur listi af nöfnum og hversu lengi þau lifðu. Adam lived 930 years and then he died. Adam lifði 930 ár og svo dó hann. So and so lived so many years and then they died. Þess og þessi lifði svona lengi og svo dó hann. And so the list goes on. Og listin heldur áfram. And then we get to Enoch. Og svo komum við að Enok. And rather shockingly, we find out Enoch doesn't die. En þá kemur það svolítið sem sjokkar þetta Enok hann deyr ekki. Because God took him to heaven. Því að Guð tók hann til himna. Now let me ask you a question. Mér langar til að spyrja spurningu. Why do some people go to heaven and others don't? Mamma, þetta leita mömmu. Hvers vegna það sem að sumir fara til himnaríkis en ekki aðrir? Now the answer is staring us in the text here at En us. svarið það hérna í textanum. God hasn't hidden this from anybody. Guð hefur ekki falið þetta fyrir neinum. From the beginning of human history, Frá upphafi sögurnar, God has decided to make it very clear to the whole world þá er Guð látið að vera skýrt fyrir öllum heiminum. that the people he will take to heaven Að fólkið sem hann tekur með sér til himna are those who long to be with him with all their hearts. eru þeir sem þrá það öllu hjarta að vera með honum. People who long for a deeper and deeper intimacy with him. Þeir sem þrá dýpra og dýpri nánd með honum. Now this seems a bit strange. Þetta virðist kannski vera skrítið. I might have expected this verse, particularly at the beginning of the Bible, to say that Enoch went to heaven because he put his faith in Jesus. Ég hefði kannski getað haldið að þetta vers myndi standa og það kemur fram að hann fór til himna að því hann setti trú sína á Krist. Or Enoch was obedient to everything that God commanded. Eða hann hefði verið svo hlýðinn öllu því sem Guð bað hann að gera. Or Enoch was a faithful man. Eða Enok var trúfastur maður. Now, I'm sure he was all of those things. Ég trúi því að hann hafi verið allt af þessu. But God wants people to understand from the very beginning of human history En Guð vill það að við skiljum það að frá upphafi mannkyns sögunar that the key to getting to heaven að lykillinn til að komast til himna is living a life that pursues intimacy with God. að lifa lífi sem sækir eftir nánd með Guði. Lesson number 4. Leksía nummer 4. Our desire for intimacy with God pleases God. Þrá okkar fyrir nánd með Guði geðjast Guði. Now turn to Hebrews 11. This is our last section. Og við förum nú yfir í Hebreabréf. Hebrews 11, verse 5. Hebreabréfið 11. kapli. It says, "It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him.
For before he was taken up, he was known as a man who pleased God. Og í 5. versi 11. kafla Hebreabréfs stendur: Fyrir trú var Enok burt numinn, að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna, því að Guð hafi numið hann burt. Áður en hann var burt numinn, hafði hann fengið hann vitnisburð, að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Let me ask you a question. How do you live a life that pleases God? Hvernig lifum við lífi sem Guði þóknanlegt? What does it mean to please God? Hvað þýðir það að vera þóknast Guði? What do you have to do to please God? Hvað þurfum við að gera til að þóknast Guði? Now, in this verse, Paul is actually thinking about the Genesis 5 passage. Í þessu versi þá Páll að fara og rifja upp og fara tilbaka til 1. Mósebókar 5. kafla. Because he actually quotes it. Af því hann vitnar beint í það. If you look in your Bible, you should see quotation marks for part of that verse. Og þið ætti að sjá að það eru gæsalappir þarna í þessu versi. But when Genesis is explaining how Enoch got to heaven, Genesis says that Enoch went to heaven because he had of his close fellowship with God. En í 1. Mósebók 5. kafla þá stendur að Enok hafi gengið með Guði og þess vegna nam hann tók hann til sín. Now Paul says here in Hebrews something that we would be more familiar with. En Páll hann tala hér í Hebreabréfinu eitthvað sem við könnumst betur við. And Paul says that Enoch went to heaven by faith. Og hann segir að fyrir trú fór Enok til himnaríkis. So which one is correct? Svo hvort satt? Do you go to heaven because you walk in fellowship with God or because of your faith? Förum við til himna því við göngum með Guði eða vegna trú? Well, it's both. Já, nei, það bæði. Paul the next verse is going to explain this a little bit better. Og þetta aðeins betur útskýrt í næsta versi. But what we have is when Paul says that Enoch walked in fellowship with God. En hér þarf við það þegar Páll segir að þegar Enok gengur með Guði. He's quoting the Greek translation of Genesis. Þá hann að vitna í gríska þýðingu á 1. Mósebók. And the Greek translation of Genesis 5 translates walking with God as pleasing God. Af því að þar hann að vitna í grísku þýðinguna og í grísku þýðingunni þá segir að hann hafi verið Guði þóknanlegur. Now, stay with me on this. Skulum aðeins, haldið með mér. So, walking with God Það að ganga með Guði is the same as pleasing God. Það sama og þóknast Guði. And that requires faith. Og til þess þarf trú. Now, I love this picture, this idea of Enoch pleasing God. Og ég elska þessa mynd sem sett upp að Enok sé að þóknast Guði. God looked at Enoch and he brought a smile to his face. Guð leit til Enoks og það kom bros á vör Guðs. God enjoyed Enoch so much. Guð, hann naut þess að vera tíma með Enok það mikið. That he took Enoch to heaven without seeing death. Hann tók Enok til himna án þess að hann þurfti að sjá dauðan. Now, I could imagine the people in heaven being rather shocked at this. Það getur vel verið að einhver á himnum hafi verið heldur hissa. They must have said to God, why or how did you do that? Og þau kannski sagt við Guð, hvernig stendur þessu? Hvernig gerur þetta? And God replied, Enoch pleased me. Og Guð hefur svarað, hann mér þóknanlegur. Hann Enok mér þóknanlegur. Enoch trusted me Enoch. completely. Enok treysti mér að fullu. Enoch loved spending time with me more than anything in the world. Enok elskaði það meira framar öllu öðru að það að verja tíma með mér. Now I want to spend time with him face to face. Nú vill ég verja tíma með honum, auglitis til auglitis. Would you like to hear God saying that about you? Myndi þið langa til að heyra Guð segja það þig? Imagine, Ég myndi það. you please me.
þú ert mér þóknanlegur. You please me so much, I want you to come up and be where I am. Þú þóknast mér svo mikið að ég vil hafa þig þar sem ég er. And the good news is you can hear that. Og henni góðu fréttir það að við getum fengið að heyra þessi orð. Lesson 5, Leksja nummer 5. we cannot please God without faith. Við getum ekki þóknast Guði án trúar. Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Og í Hebreubréfi 11 og við erum núna í versi 6. En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guði verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim hans leita. This has been one of my favorite Bible verses since I was a teenager. Þetta hefur verið eitt af mínum uppáhaldsbiblíuversum frá því ég var táningur. There are so many amazing insights about faith here. Það svo margar, það að fá svo góða innsýn inn í trú hér. But it was only just recently that I realized that verse 6, Paul is using Enoch's life to explain verse 6. En það var bara núna nýlega sem ég áttaði mig á því að í versi 6 að Páll að nota það til að útskýra þessa hugmynd, hann að nota líf Enoks til að útskýra þessa hugmynd. So Paul is saying this. Páll að segja þetta. Do you want to please God like Enoch? Vilt þú þóknast Guði eins og Enok gerði? Well, learn how Enoch lived. Lærum þá af því hvernig Enok lifði. And you must know two things. Og það að vita tvo hluti. Like Enoch did. Alveg eins og Enok vissi. Like Enoch, you must know that God exists. Alveg eins og Enok þá þarftu að vita það að Guð til. And like Enoch, you must believe that God will reward those who seek him. Og hann umbunni þeim hans leita. Now this raises two more interesting questions. Og þá kom upp tvær áhugaverðar spurningar upp. Which I found even more interesting knowing that Paul is using Enoch's life to explain this. Sem ég fannst ennþá áhugaverðið því að Páll að nota líf Enoks til að útskýra þetta fyrir okkur. What does it mean that I should believe that God exists? Hvað þýðir það að ég trúa því að Guð sé til? And what is the reward that God will give me if I seek him? Og hver þessi umbun sem Guð mun gefa mér ef ég leita hans? Well, how would Enoch have answered that question? Hvernig hefði Enok svarað þessari spurningu? Now, from my 21st century point of view, frá 21. aldar sjónarhorni mínu, and because of my Greek philosophical heritage, og vegna þess að grísk hugmyndafræði hefur haft áhrif á hvernig við hugsum í dag, it's tempting to think about believing in God's existence like a theoretical truth. Að þá freistandi að horfa á tilvist Guðs sem einhvers konar fræðilegt hugtak. Do you believe that the sun exists? Trúir því að sólin sé til? Yes. Já. Well, I believe that God exists like the sun exists. Ég trúi því að Guð sé til alveg eins og sólin til. That's not what Paul or Enoch was thinking about at all here. En það ekki það sem Páll að hugsa hér, eða Enok. When Paul is explaining about God's existence from the life of Enoch, þannig að þegar Páll að útskýra þetta fyrir okkur í gegnum líf Enoks, he is saying you must believe God exists, that he is walking with you. Þú þarft að trúa því að Guð sé til og hann gangi með þér. Because God's existence walking through you, with you every day, is what gives you the ability to have intimacy with him. Því að trúin á því að Guð gangi með þér á hverjum einasta degi einmitt það sem gefur þér tækifæri til þess að eignast þessa nánd með honum. Do you have any problems in your life? Hefurðu vandamál í þínu lífi? Do you have any worries Eða áhyggjur? and fears? Eða ótta? Do you believe that God exists? Trúir því að Guð sé til? Not theoretically, Ekki einhvers konar hugmyndafræði, but that he is walking with you heldur það að hann gangi þér við hlið. so that you can have intimacy with him in the middle of the problems. Að þannig að þið getið verið í návist hans bara í þeim tíma sem að þið eruð í að gangi gegnum
erfiða tíma eða vandræði. And so Paul is saying you can't have intimacy with God if you don't really believe he's walking with you continuously. Þú getur ekki haft þessa nánd með Guði ef þú trúir því ekki sannarlega að hann gangi með þér. The second thing is about reward. Hið seinna verðlaun. What is the reward that God gives to those who seek him? Hver þessi umbun sem að Guð veitir þeim sem hans leita? Be careful how you answer. Við skulum vara okkur hvernig við svörum þessari spurningu. Yes, Enoch goes to heaven. Jú, Enok hann fór til himna. But if you were going to ask Enoch, is that the reward? I don't think he would have said yes at all. En ef þið hefðu spurt Enok hvort að það voru verðlaunin, þá ég ekki viss að hann hefði sagt það, að það hefði verið verðlaunin. Heaven would be pointless without God being there. Því himnaríki væri algjörlega innantómt ef það væri ekki fyrir Guð sé þar. The reward Umbununin of seeking God fyrir það að leita Guðs is finding God. að finna. God himself is our reward. Guð sjálfur verðlaun okkar. Intimacy with God Nánd með honum is the reward that God offers to you. þau verðlaun sem hann býður þér. So, when you think about a faith that pleases God, Þannig að þegar við hugsum trú sem að þóknast Guði, remember these two þá things. skulum við hafa í huga þessa tvo hluti. First, faith should enable you to see God's continual presence even though your life might be a mess. Að trú á Guð ætti að hafa þau áhrif að maður sjái návist Guðs jafnvel í dimmadalnum, í vandræðanum. As the world becomes increasingly wicked and harsh around you, Og þegar heimurinn verður ílskan magnast og verður harðari heimurinn, faith enables you to see God's presence right with you as you walk through it. að þá gerir trúin þér kleift að sjá að Kristur gengur með þér mitt á milli þess. And of course, faith then is necessary when we pursue God in difficult Og circumstances. trú, hún alveg mikilvæg, sérstaklega þegar við erum í erfiðum kringumstæðum. But God will surely reward you En Guð mun vissulega umbuna þeim with his presence right now, með návist hans as well as into eternity. og líka í eilíðinni. Okay, so how do we survive a world of growing wickedness? Svo hvernig lifum við af í heimi þar sem ílskan magnast? By pursuing intimacy with God. Með því að sækjast eftir nánd með Guði. This intimacy deepens as we grasp the enormity of God's love for us. Og þessi nánd, hún eykst og hún verður okkur kærari þegar við skiljum óendanlega stóran kærleika Guðs til okkar. Your desire for intimacy with God is why he takes you to heaven. Og þrá þín fyrir nánd með Guði ástæða þess að hann að þú kemur með honum til Guð. Because this intimacy with God is something that pleases him. Vegna þess að þessi nánd með honum þóknast honum. So no matter what you are walking through at the moment, Svo alveg sama hvað það sem þú ert að ganga í gegnum, if you keep believing that God is there, ef þú heldur áfram að trúa því að Guð sé þar, you will find him. þá muntu finna hann. And God will be your rewards no matter what. Og Guð mun verða umbun þín alveg sama hvað. And you will be completely satisfied. Og þínum þörfum verður líka fullnægt að fullu. Let me pray. Við skulum biðja. Father, the world, when we look around us, is a frightening place. Faðir, þegar við horfum á heiminn, þá hann staður sem bara hræðir okkur. The signs of the return of Jesus are all around us. Skiltin sem benda til komu þíns sonar allt í kring. And the temptation may be to be fearful. En fristingin gæti samt verið að vera óttaslegin. I pray for everyone here that we will learn from this story of Enoch. Ég bið þess að við megum öll læra af sögu Enoks. And particularly for anyone here who is really struggling about the future right now. Og sérstaklega fyrir þeim sem óvissir hvað framtíðin mun bera í skaut sér. I pray that you will teach them how to develop intimacy with you like Enoch had. Og ég bið þess að þú megir hjálpa þeim að öðlast þessa nánd eins og Enok öðlaðist þessa nánd meir og meiri með þér. That no matter what happens, Að sama hvað bjátar á, they will have joy and peace
Að þeir megi hafa gleði og frið, because they live continually in your að presence. þeir lifa ávallt í þinni návist. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum svo ljúka hérna samkoman í dag með því að syngja 384, gefðu gætir að Jesú. Svo ætlum við að biðja hérna Gavin að koma hérna upp og gefa okkur blessunin. Við skulum biðja. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láta sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.